Donni Sigurðsson, þjálfari Þór Káa. Donni, það er 18-20 steg hitti og þú ert með húfu og rent upp í háls, kalt. Já, ég hef ekki segið þetta sé bara fyrirbyggjandi vinna. Donni, það var stórmeistari jafntefli í síðasta leik gegn Valskonum á Hlíðarenda. Það var hörkuleikur. Já, það var bara hörkuleikur. Góða varnarleikur okkar hólfu, ekkert sérlega góða sóknarleikur. Við getum gert miklu betur þar og ætlum að gera það á morgun en spila jafn góða vörn. Donni, það er einmitt leikun á morgun. Það er einn af þessum stórleikjum sumarsins, það er Stjarnan. Við eigum þar eiginlega harma hérna, svona ef við séum hort til bikarleiksins hérna á fórum daga sem við erum að reyna að gleyma. Já, ég er sammála því. Ég mun ekki gleyma honum fyrir bara við vinnum næsta bikarleik á næsta ári. En jú, við erum svona pínu að harma hefna. Ég gerir fastlega á fyrir því að stelpurnar þetta setji svolítið í þeim og þær komi bara brjálaðar á morgun. Þrátt fyrir að bikarinn sé allt annað mót og allt það, þá er það bara þannig að maður veit aldrei tapa, þannig að það verður að vera 100% á morgun og vera klárir í slaginn og þetta verður afleikur. Þetta eru tvö alveg hörkulið sem að mætast. Bæði lið verðum við ekki að segja sterkari heldur en voru í fyrra? Jú, mér finnst það. Mér finnst bæði Stjörnulið og við vera sterkari heldur en í fyrra. Það er rosalega gott standa á Stjörnuliðinu núna. Það er koma svona fljúandi svolítið inn í þennan leik með leikmenn sem var að skora í öllu regnboganslitum og nýja leikmenn sem hafa ekki verið að spila vegna meiðsla og koma núna inn, það er að segja að hafa verið að spila undanfarna leiki og hafa verið að skora mikið. Þannig að Stjörnuliðið er mjög gott, sérstaklega fram á við, en það eru veikleikar hjá þeim varnarlega sem við ætlum að reyna að nýta okkur. Nei, er ekki bara að endurtaka leikinn frá því fyrra? Ef ég maður rétt, þá unnum við báða leikina í fyrra, bæði hér heima og að heiman. Endurtaka leikinn á morgun? Já, klálega. Við unnum 3-0 heima samfærandi og unnum 3-2 úti og hérna í deildinni, þannig að við vitum hvernig á að vinna Stjörnuna. Það tókst ekki síðast, Stjarnan spilaði góðan leik þá og lögðu leikinn sinn upp mjög vel og við ætlum kannski að koma eitthvað óvart í þessum leik. Það verður spennandi að sjá hvernig það fer en við gefum ekkert ómikið upp ef þeir skyldu að fylgjast með. Við erum búin að prófa að tappa fyrrum og það er tjekk á það að það er ekki að gera það aftur. Algjörlega þarf við að gera það tvisvar. Við náttúrulega hvetjum bæjarbúa til þess að fjölmenna á völlin og hvetja lið okkar til sjús. Já, það er bara gríðarlega mikilvægt. Við höfum alltaf verið með langbesta stuðningin hérna á Akureyri og reykjum okkur og ég reyki svona stoltur af hvernig stuðningu við höfum verið að fá og segi þetta alls það sem ég fer að það er langbesti stuðningurinn hér og ég vona að fólkið standi svo svakalega á bakvið okkur með þetta og haldi áfram að styðja eins frábærlega að það hafi gert hingað til og ég segi bara allir á völlin, það er engin ástæða til annars því að ég hef trúið því að við endum fyrirumferðina á toppnum ef við vinnum þennan leik. Það er alltaf líka ráðþykir. Já, við vonum það verður svo sem eftir hvernig aðri leiki fara en ég held að það færi þannig og við erum svo sem í góðum málum bara, búin að fá okkur 2 mörk og erum bara einu stigi frá toppsætinu og ennþá allt í okkur höndum. Þannig að eins og deildin hefur spilast, þá má búast í því að þetta verði hörkubaráttu allt í enda milli þessara, ef við segja 3 liða. Já, það verður þannig og milli er unni 4 liða. Ég held að Stjarnan muni blanda sér að lítið meira í þetta núna í seinni umferðinni og verði með okkur Breiðablik og Val í að berast þetta og þessi lið er að mætast öll í síðustu umferðunum þannig að ég gerir alveg svakalega mikið ráð fyrir því að síðustu umferðunar í Pepsdeild kvenna verði gríðarlega spennandi í ár og skemmtilegt svo sem bara kannski hjá KSÍ að setja þetta svona upp. Ég ger ekki ráð fyrir að það hefði dregið þetta þegar það væri full mikið tilviljun þannig að ég ger ráð fyrir því að það hefði sett þetta svona upp og sem er bara spennandi að fá bestu liðin innbyrðis leiki í lokin og þá bara sker hver eru réttmæti sigurvegarar. Við ætlum að gera það í haust. Já, engin spurning. Við ætlum að vinna aftur. Þannig gangi vel. Takk fyrir það. Takk, Palli minn.